Ég held að tilboð Arion banka það sé verið að gera hlutina aðeins í rangri tímaröð. Sko, allar þessar upplýsingar, og þetta ágæta viðtal við Heiðrúnu og þessar upplýsingar sem lágu fyrir, það segir okkur að, að stjórnvöld hafa ekkert ennþá gert upp við sig afstöðu til bankakerfisins, eða hvort að þú hefur svona bara almennt fyrirtækja og samkeppnisumhverfi á bankamarkaði. Það þarf fyrst að gera það upp við sig. Síðan þarf að taka ákvörðun hvað á að gera við eignarhlut ríkisins í þessum bönkum. Það er auðvitað farsælt skref, eins og við höfum margótt talað að selja hlutin í Íslandsbanka. Til þess að greiða niður skuldir. Já, eða þá að ráðast í kannski einhver verkefni, samliða, en sko, það er farsælt að gera í þessu og síðan, eins og við höfum líka rættum hér, að Landsbankinn verði skráður í kauphöll. Við erum ekkert endilega að tala fyrir því að ríki fari alfarið út úr eigendahópi Landsbankans. Það þarf ekki endilega að vera. En ég tel að það verður að taka þessi skref, þá sé mögulegt að til dæmis Arion og Íslandsbanki gætu saminast. Já, og þá þarf ekki að bíða eftir samtíðseftirlitinu í 5 ári eða hvað það er. Ég held að þetta sé röng tímaröð. Já, og sko það er annað Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur sem var nú hérna hjá okkur ekki alls fyrir löngu, hann við rættum þetta aðeins við hann ef ég man rétt, ég er ekki að rugla saman viðmælendum, en þá komum við inn á það að sem sagt ef að þú myndir skrá Landsbankan á markað, bara það eitt og sér og ríkið ætti þetta væri með kannski 40% og væri stýrandi og norska, við vorum að tala um norsku aðferðina, það norsku bank, að þá ertu farin að tala um það að þá ertu komið með fleiri stærri fyrirtæki á íslenska markaði. Okkar menn í kauphöllinu hafa líka verið að benda þetta á. Og þá ertu allt í einu komið með það að erlendu hlutabréfavísitölurnar, þá fáum við meiri viðurkenningu þar. Þá ertu líka farin að tala um það að það kemur hugsanlega miklu meira af erlendu fjármagni inn á íslenska markað og þá getur nú reyndar það erlenda fjármagn leitað inn í sameiginlegan banka Arion og En sko, þess að ég var að segja, mér finnst bara menn vera að horfa á þetta í rangri tímaröð. Og það verði bara, sko, við fögnum því að ríkisstjórnin ætli að selja Íslandsbanka. Það geti verið fyrsta skrif. Gamla góða hvítabókin frá árinu 2018. Já, það væri fyrsta skrif. Síðan þarf auðvitað eins og ég var að segja, að forma hvernig verður horft á bankakerfi á það að vera svona eðlilegt fyrirtæki og samkeppnisumhverfi þar. Og síðan hort til þess hvernig fer með eignarhlutin í Landsbankanum í skráðu félagi. Þá getur menn kannski, þá hafa menn forsendu til þess að skoða samkeppnisumhverfi hér